Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og formaður Starfsgreinasambandsins og verkalýðsforkólfu sem að hefur gustað í gegnum tíðina. Ég ætla ekki að gleyma því líka að nefna það sko að fyrsta verkalýðsfélagi sem ég greiði í á ævi minni, það er Verkalýðsfélag Akraness. Svo mikið aðdráttarafl hefuru. Velkomin í sjókastið. Takk fyrir að bjóða mér. Bara dásamlegt að fá þig. Takk. Það er af ýmsu að taka sem að er framöndan hjá okkur og mér langar svona fyrst og fremst bara til að byrja á byrjuninni. Villi, hvaðan ertu? Ertu Skagamaður sjálfur? Ég er fæddur 5. ágúst 1965 og þar af leiðandi varð ég 60 núna fyrir nokkrum dögum síðan ef þannig má orðið komast. Já, til hamingju með það. Og ég er fæddur og uppalinn á Akranesi og er Akranesingur í húð og hár. Hef búið alla mína hunds- og kattatíð á Akranesi, fættist á sjúkrahúsi Akranes og þekki svo sem lítið annað heldur en að vera á því svæði ef þannig má orðið komast. Ég er giftur á 4 börn, búin að missa 1 son, 3 á lífi og ég á annan tug barnabarna. Já. Og þannig að það er mikið líf og fjör og þurfti oft á tíðum hér á árum áður að hafa mikið fyrir því að láta enda ná saman. Við hjónin áttum orðið 4 börn, 26 ára gömul og á þessum árum þekktist ekki þetta net sem að við þekkjum í dag eins og barnabætur og annað slíkt. Og fæðingarorlof og þess áttar sem að þykja sjálfsögur réttindi í dag. Það gerði það verkum að lengi vel eða hvað ég að segja bara nánast í heilan áratug var ég eina fyrirvinnan á mínu heimili sem kallaði það fram að ég þurfti að vera jafnvel í 2 og jafnvel 3 vinnum til að láta enda ná saman. Og ég er ekkert í neinum vafa það að sú vegferð og sú reynsla sem að ég fékk af þessum erfileikum við að eiga orðið 4 börn þetta ungur með minni konu og berjast fyrir því að ná endur saman frá mánuði til mánaðar hefur markað mig sem formann í verkalýðsfélagi og ég þarf að minna mig bara oft á það hvernig þetta var til að, og ég er ekki til neinum vafa það er svo mikilvægt að fólk sem er í forystu í verkalýðshreyfingunni geti á eigi skinni þekkt aðstæður sem að fólk er að kljást við í hinnu daglega lífi og það eru fjárhagslegir erfiðleikar sem að því fylgja og þetta hefur hjálpað mig gríðarlega í mínu starfum. Mátturðu reyna þetta á eigin skinni þegar þú varst sjálfur barn? Hvernig voru aðstæður? Varstu öflugu heimili eða fátæku? Já, ég var á mjög öflugu heimili en það var ekkert mikið til skiptana. Við vorum 7 systkinin, bjöggum í tvíbýli, við vorum á neðri hæðinni, en við vorum 7 systkinin. Faðir minn var skipstjóri, útgerðarmaður, var hér útgerðarmaður og átti hér 150 tonna bát. Þannig að ég man aldrei eftir því í minni æsku að það hafi ekki verið til fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánaðar. En ég skal fúslega viðurkenna það að það sem að hafi skapaði það endaði oft á borðum okkar systkina, sama hvort að það var soðunísa, steiktísa eða lúða eða kóli eða steinbítur eða svartfugl eða whatever. Þetta var mjög mikið nýtt á okkar heimili og hefur alveg klárlega spara mínum foreldrum gríðarleg útgjöld við að geta fengið mat með þessum hætti. En ég man aldrei eftir einhverju skorti en ég man líka eftir því að það var ekkert mikið til. Var þetta svipað með þitt heimili sem að þú og þín kona rákuð? Þetta voru töluvert meiri erfiðleikar hjá okkur hjónunni. Ég var náttúrulega ekki skipstjóri, ég var ekki útgerðarmaður eins og pabbi var á þessum árum, þannig að pabbi var á 2 hlutum og fiskaði vel, var aflakongur á Akranesi árið 1981
og hérna þetta er náttúrulega bara svo gjörbreyttir tímar. Já. Bæði kröfurnar gagvart því að geta staðið undir öllum því skuldbindingu sem að eiga börn í íþróttalífið. Við tökum það bara sem dæmi í gamla daga. Þá var ég mikið í íþróttum, ég var Íslandsmeistari í fótbolta í 15 flokki 1977 með Ólaf Þórðar og Sigga Jóns og þessum gömlu kempum og ég man ekki eftir að það væri einu svona æfingagjöld og það var einast sem þurfti að kaupa, það voru svona einhverju takaskór og annað slíkt. Já. En í dag kostar þetta bara 100.000 að eiga börn í frístundu. Láttu mig þekkja því á 4 börn. Já, þannig að þetta er gjörbreytt. Ég man líka eftir því þegar við systkinum fórum í bíóhöllinu á Akranesi og horfa á einhverja myndir á sunnudöfum og þá var yfirleitt poppað heim og tekið með í bóka í bíó. Já. Þannig að sko það er svo margt sem að hefur hérna breyst. Þetta var miklu erfiðara þegar við hjónin vorum að koma okkur upp hérna okkar heimili. Við urðum síðan lánsum að þýleitinu til að við komumst inn í verkamanna bústaðakerfið sem gerði það verkum að við komumst að leigumarkaðnum og þar inn og ég tel reyndar að það í húsnaði upp á Akranesi, já, það var alveg ein risastór blokk þar sem að var hérna tilherði verkamannabústaðakerfinu og það var langur biðlisti þar en sökum okkar stöðu þar sem við vorum með 4 börn og hérna þannig að við uppfylltum þau skilyrði á sínu tíma eftir töluverða bið þannig að í því var fólki bara öryggi að komast inn í það kerfi og ég tel að það hefur verið mikil mistök að hafa lagt það kerfi niður þótt að verkalýðshreyfingin sé að byggja núna upp nýtt kerfi í gegnum Bjarg, leigufélag. Já. En síðan var bara þetta að vera eina fyrirvinnan var gríðarlega erfitt og framkallaði það eins og ég sagði áðan að maður þurfti að vera í 2 og jafnvel 3 vinnum til að geta látið endan á saman frá mánuði til mánuðar. Og mér er það mjög minnistætt til dæmis eitt árið að þá tíðkaðist það á þessum tíma að rukkararnir komu heim. Já, það var bankað jafnvel á kvöldmatartíma og þú var verið að rukka bara alla vjandan sko. Og mér er það svo minnist þetta einu sinni var ég með 3 rukkara hjá mér og ég átti 1000 kall eftir og það voru einhverju 5 eða 6 dagar eftir á mánuðinum og ég segi við það, hér er ég með 1000 kall og þeim ég skipta á millikall. En þetta, svona var bara á þessum tíma. Þótt maður sé nú ekki eldri heldur 60 þá þarf maður ekki að fara aftur nema þetta svona 30-35 ára áttur í tíman, þá var þetta með þessum hætti. Þetta hefur vissulega haft mótandi áhrif á þig svona til lífstíðar, en hvað var það sem þú varst að starfa á þessum tíma, þessi 2-3 störf? Ég er sko nánast búin að vera á bryggjunni heima alla mína hunds og kattatíð. Svo ég sagði áðan að þá var faðir minn hérna, þá var hann útgerðarmaður, átti 150 tonna bát, hét Reynir AK-18 sábátur, hann var seldur 1981 frekar en 2. Ég starfaði á þessum árum í frystihúsi Haraldar Böðvarssonar. Ég starfaði á Heimaskaga sem hann var líka úti á Eyrinni sem kallaðist við að hengja upp skreið, þar byrjaði ég fór minna fyrstu netavertið, ekki hjá pappa heldur vinans sem hét Símon og var á Önnu AK 15 ára gamall og var eina netavertið þar og síðan var ég mjög mikið í beitingu. Ég var mjög mikið að beita og ég var byrjað að beita 12 ára, var með 4 bjóð á móti bróður minni, svo var síðan með 4 bóð sem kallaðist á fullu gangur. Og á þessum tíma man ég til dæmis eftir mínum ágæta kennara Rögnvaldi Einarsinni. Það voru tímarnir einn besti kennari sem ég hef haft, það var starffræðikennari og hann var strangur en sanngjarn. Hann sagði við mig einu sinni, viltu ekki sleppa síðasta tíman og ég veit þú ætti þetta að klára að beita. Þetta var hugsunarhátturinn á þessum tíma skilur mig, þannig að hann gaf mig bara frí síðasta tíman og þannig ég gæti fengið að beita. En ég launa á honum það að þegar að báturinn kom þá fengum við alltaf beitingamennir í soðið eins og kallast, fullu bali af vísu. Og ég gaf hjúkrunarkonunni og Rögnvaldi reglulega í minn skamt þar. Þannig er ég bara 12 ára gamall þegar ég er að byrja í þessu. Síðan fer ég á
fór ég meira að segja 17 ára gamall sem kokkur á Höfðavíkinni sem var skuttógari heima. Ég hringdi í skipstjóran og spurði hvort það væri laust pláss hjá honum og hann segir nei, ég ekki með laust pláss en ef þú getur farið sem kokkur þá eru möguleikar á þú komist sem hásetti eftir næsta túr. Og ég sagði við hann, við látum bara slag standa ég kunni ekki að sjóða vatn sko. Nei. Og þarna voru 17 manns borð ef ég man þetta rétt sko, og ég bara eftir á ykja þá skilji ég ekki sko, hvernig mér raun og veru datið til lögar en þetta slapp. Það slapp og engin var veikur? Engin var veikur og með hjálp eins skipari hans ég man vel eftir því hann hjálpaði mig mikið því að eins og ég segi ég var ekki búin að læra einu sinni að sjóða vatn skamlaust sko þannig að maður lét vaða og einhverju hluta vegna þá var þessi 6 daga túrminni með hann hafi verið það bjargaðist og ég fekk síðan hásettapláss í framhaldinu og var þar í einhver 2-3 ár. Og slastu við kokkar í þið alltaf þá eða? Já, alltaf við kokk og það kannski segir hvernig árangurinn var að ég var reynda, ég get alveg sagt þér hvað viðnafni ég fekk borðana, ég var kallað Villi Vilkó. Já, Vilkósúpunar en þetta bjargaðist en svona var bara að sjá bjarga villitninu á þessum tíma, láta vaða þetta var möguleikin að komast þarna um borð því að tekjurnar á þessum tíma á ísustórunum voru bara mjög góðar og þetta hjálpaði mikið ég með þess að stattur út á Hala um borð í þessu skipi þegar ég eignast minn fyrsta son 1984 Fyrstu bara fréttir að þið í stöðuna? Þá kom bara hringing skiluru eða var í gegnum Reykjavíkur radio var kallað og ég var kallaður upp og fekk þá samband svona voru tímarnir þarna það var ekkert eitthvað GSM en nú lætum maður eins og maður sé bara að fara hér inn á Hrafnistu og eftir sko en maður nú bara 60 en þetta ekki lengra síðan heldur þetta og síðan var ég til dæmis mörg ár á Akraborginni sem hásetti þar og þar var ég sagt, það var eiginlega þægilegasta sjómennska sem ég verið með, maður var alltaf á landleið þeir sem að muna eftir Akraborginni hún var lögð niður 1998 þegar Hvalfjarðargöngin hérna voru tekinni nokkun þar var ég síðan í fríjónum að beita mjög mikið með af því að ég hafði góða reynslu af því síðan var ég þegar pabbi selur hérna stóra bátinn og þá keypti hann sér 30 tonna bát ég var mikið með honum á honum erum mikið frá Þorlákshöfn og Grindavík og svo náttúrulega hér í Faxaflóanum og svo átti hann líka 10 tonna trillus í eitt Leynirakká 9 og ég var honum svo átti ég sjálfur eina litla trillu þannig að ég búin að prófa þetta allt línuveðar, netaveðar nót, skuttógara og svo framvegis og það var aldrei neitt á mínum uppvaxtar árum var aldrei talað neitt annað heldur en fiskveðar, veiðar og vinnsla sjávarafurða og það var meira að tala það mikið að í gamla daga var svona mjólkubúð þar sem að maður var sendur að kaupa skýr og þá var skýrið sett í svona bref Akkurat hvað viltu mikið og ég var beðin að fara að kaupa 4 kíló af skýri og ég segi við hana Ágústu sem að það var gömul kona sem vann í mjólkubúðinni ég ætla að fá 4 tonn af skýri það var vegna þess einfallega að það var bara talað í tónnum heima þannig að þetta eftirminnilegt en svona var nú þetta og það bara skiptir máli að maður komst í gegnum þennan dimman dal sem að lauta því að berjast fyrir því að halda sjó ef að þannig má orðið komast og það var ekki hægt nema með því að leggja mjög hart að sér og svo þegar konan komst út á vinnumarkaðinn þá náttúrulega léttist byrðin gríðarlega þegar börnir voru nógu sterk sko við reiknum alltaf dæmi bara þannig út að ef að við höfum þurft að kaupa leikskólapláss og annað fyrir 2-3 börn á þessum tíma þá var engin ávinningu fyrir hann að vera á vinnumarkaðnum ekki neinasti eða kaupa dagvistun eða hvernig sem það var þannig að þetta var svona
7-10 ára tímabil sem að var virkilega erfitt og hefur mótað mína lífsskoðun og lífssýn og ég er ekki ennum vafa það líka að það markaði þessi spor og fetaði mig út í það að taka við þessu starfi sem að ég síðan gegni í dag. Hvernig byrjar það? Það byrjar þannig að ég get nú alveg sagt þá sögu, þessi saga er til og hún er dálítið skrautleg. Þegar ég er á Akraborginni 1998 að þá er tekin ákvörðun það að hásetarnir sem voru borð þeir skildu hafa forgang að störfum í Hvalfjarðargöngum í gjaldskýlunu sem þar var þið munið hvernig þetta var fyrst þá voru sólarhringsvakt þar við að rukka fólki og sinna öryggisgæslu og þegar að síðustu mánuðum Akraborgarinnar að þá liggur þetta orðið fyrir að stjórn Spalar sem að þá var búin að ganga frá því að það voru þarna einir 5 hásetar, enda velstjóri líka, hann kom þarna líka yfirstjórn, Reggviður hét hann og við voru ránir. Á þessum tíma fór ég og ásamt fleiri hásetum á Akraborginni og töluðum við mitt stéttarfélag þar sem við brýndum fyrir viðkomandi formanni sem þá var mikilvægi þess að tryggja það að kjörin yrðu manneskjuleg í því sem að í þessu nýja starfi. Það var ekki tilneitt kjarasamningur náttúrulega í upphafi, þetta voru ekki margir og það var gerður síðan kjarasamningur við Spöl þráttur að við höfum verið búin að koma þessum ábendingum á framfæri að við þurftum að tryggja það að launin yrðu viðunandi að þá gerir sá sem var á undan mér einfallega þannig kjarasamning að hann kveikti í okkur mikla reiði vegna þess að vistalega var hann ekki borin undir okkur og var ekki haft samráð við okkur þráttur að við höfum verið búin að óska eftir því og þegar við rýndum vel í hann þá bara sáum við það að hann var á mörkum þess að uppfylla lágmarks réttinda á íslensku vinnumarkaði og þetta eru fyrstu skrefin mín í verkalýðsbaráttu og ég sagði þarna við sjálfa mig á þessum tíma að ef að þetta eru vinnubröðin hjá félaginu að hlusta ekki á sína eigin félagsmenn og vera í samráði við og leggja samningin undir okkur og fá okkur að skoðanir helst að láta okkur kjósa hann því að það lá alveg fyrir að við vorum að fara í þetta starf þá hugsaði mig býtu hvernig það bara önnu vinnubröðin á félagsins. Akkurat. Og þetta eru fyrstu skrefin, þannig er ég kosin í trúnaðarráð félagsins og síðan urðu mjög hatramar deilur innan félagsins allt frá 1998 til loka árs 2003 ég vildi fá að sjá bókald félagsins því að ég vildi fá að kynna með, ég hef síðan kosin inn í stjórnina og ég þurfti að fara með það fyrir dómstóla, ég fór með það fyrir Héraðsdóm Vesturlands sem að fá aðgang á bókaldskapin sem stjórnarmaður þá maður komið svolítið í slag sko. það mál endaði upp í Hæstarétti og ég vann það mál og síðan var félagið bara orðið óstarfhæft. Höfðu menn eitthvað félagið þessu bókaldi þá? Þessi tími er liðinn og ég ákvað þegar ég tók við og þetta voru þarna atriði sem alls ekki voru í lagi. Við tókum bara ákvörðun það að í samráði við okkar lögmann á þessu tíma að horfa fram á veginn, byggja félagið upp, félagið var klofið í herða niður. Er það þarna sem þú tekur ákvörðun að gefa kostaði til formensku? Já, þarna er raun og verið gerist það að Alþýðusambandið yfirtekur félagið vegna þess að það var orðið óstarfhæft. Skipar því tilsjónamann og það er ákveðið síðan í framhaldinu að þessum deilum í félaginu þurfa að ljúka í eitt skipti fyrir öll og Alþýðusambandið býr til ný lög fyrir félagið þar sem að var ákveðið að það yrðu bara 2 listar sem að yrðu boðni fram, annars vegar listin minn og hins vegar listi fólksins sem hafði áður stjórnað og
síðan færi bara fram allserjar atkvæðagreiðsla það og ég var bara búin að fallast á það að ef að það yrði vilji félagsmanna að þau myndu halda áfram að stýra félaginu þá væri bara þessari vegferð lokið en 19. nóvember árið 2003 þá talið og ég sigra þessa kosningu með tæplega 60% atkvæða og búin að vera þarna síðan alla götur síðan og í dag félagið gríðarlega sterkt, ekki bara félagslega heldur líka fjárhagslega það tók tíma að byggja félagið upp aftur, vinna traust hjá fólki og ég held að það sé ekkert ofsögum sagt að Verkalýðsfélag Akraness eitt af þekktari verkalýðsfélögum á landinu í dag. Við höfum verið leiðandi í kjarabaráttu, við höfum verið leiðandi í kjarasamningsgerð og höfum látið mikið til okkur taka í hinnum ýmsu hagsmunamálum sem lúta að réttundum verkafólks. Þú hefur alveg verið þekktu fyrir það í þínu starfi að tala bara hreint út og tæpitungulaust. Alveg tæpitungulaust. Heldur að það hafi alltaf komið sér vel? Örugglega á ég fullt af óvildar fólki þegar þið líður. Ég reyni að temja mér eitt. Það að kynna með málin vel. Geta lagt fram staðreyndir. Ég líka alveg óhrættu við það að biðjast afsökunar ef ég fer með ránt mál því að það styrkleiki hvers og eins að viðurkenna það að hafa hann einhvern tímann haft ránt fyrir sér. Það vill svo ótrúlega til að í öllum þeim greinum og pislum og ég veit ekki sko, sem að eftir mig hafa verið birtar, ég hef ekki þurft að biðjast afsökunar á því sem ég hef sagt, ekki sem ég man eftir svona opinberlega. Ég stend bara fast á mínu því að ef það eitthvað sem að ég þoli ekki þá það óréttlæti, ójöfnuður og misskipting. Ég líka hins vegar þannig og það mjög mikilvægt að forystu menn átti sig á þeirri bláköldu staðreynd að hagsmunir launafólks, stéttarfélaga og atvinnurekanda fara saman í 99,9% tilfella. Það skiptir stéttarfélagin og launafólk miklu máli að fyrirtæki sem starfar hjá gangi vel, skili góðum hagnaði, þannig að það geti greitt fólkinu mannsamandi laun og aukið störf. Þetta það sem að skiptir mestu máli. Atvinnurekendur eru ekki óvinir launafólks og ekki óvinir stéttarfélagana. Við tökumst harkalega á þegar að kjarasamningsgerðin á sér stað, þar láta menn allt flakka ef þannig ára komast. Skella hurðum og svo framvegis, færa góð og gild rök fyrir því af hverju eiga laun að hækka þetta mikið. Ég til dæmis hef það algjörlega fyrir venju hjá mér, til dæmis ef ég tek bara stóriðusamningana sem dæmi hjá mér, Norðuról og Elkem og annað, ég fer inn í ársreikninga þessara fyrirtækja, rýni þá, hver staða þeirra, hvert launa hlutfall þeirra af heildarveltu, hver hagnaður þeirra, hver arðgreiðslur og svo framvegis. Þannig að ég mæti yfirleitt vel undirbúinn til leiks til að geta rökstutt mitt mál að við eigum rétt á aukinni hlutdeild í góðri afkomu. Ef að fyrirtækin eru hins vegar þannig stödd að afkoma fyrirtækjana ekki góð, viðvarandi tap, þá afskaplega erfitt að fara inn í kjaraviðræður við slíkar aðstæður. Og ég hef til dæmis oftar en einu sinni sýnt í fullan skilning þegar slíkar aðstæður hafa komið upp. Ég teki Sementsmiðjuna sem dæmi, þar frestu við launahækkunum, sömdu með mjög hóflegar vegna þess að Sementsmiðjan var að berjast fyrir lífi sínu. Hvað gerðist síðan 2 árum seinna? Sementsmiðjan síðan bara dó drottni sínum og fór á hausinn. Við höfum líka gert þetta nokkru sinnum í Elkem þar sem að rekstur Elkem mjög sveiflukendur upp og niður, fer algjörlega eftir því hvernig afurðaverð á hverjum tíma fyrir sig að þróast og stundum mjög góður hagnaður og svo mjög mikið tap og svo framvegis. Þannig að við reynum að sýna því skilning og það svo magnað að fylgjast með því að þú nærð til félagsmanna þú nærð traustið þeirra.
og fólki sem út að vinna fyrir trúir því raunverulega að forystumæðurinn sé að gera allt sem að getur til að ná sem bestri niðurstöðu. Þá líka trúir fólk því að þegar að þú þarft að fara með váli tíðindi eins og það að við getum ekki gert þessa kröfu núna einfallega vegna þessara stöðu. Þú getur ekki, nærð ekki þessum árangri nema þú ert búin að vinna traust þinna félagsmanna. Ef ég man rétt, var ekki ríflega 6% hækkun, launahækkun í þinna félagsmanna hjá Elkem sem að hérna var meira að segja launavísitölu tengt sem að þetta þótti svona ansi góður samningur fyrir. Nýlunda. Já, þetta var nýlunda, þótti mjög góður samningur. Var það þá hérna, var þetta mjög strategíst hjá þér, varst að býða þetta rétta mómentinu þar sem að var einmitt hérna gott hagnaðar hlutfall hjá Elkem eða hvað? Við byrjuðum, ef við tek þetta sem dæmi, því að við verkalýðsfélag Akraness var brautriðandi í þessu að tengja laun við launavísitölu. Þar byrjuðum við Norðurál. Norðurál er með mun betri rekstrar afkomu því að ég á alveg Excel-skjal sem sýnir hver hagnaði fyrirtækis frá því að hóf, þar sem hvert eigið fé, hver skuldir og svo framvegis. Hvert hlutfall launa. Þannig að við náðum einu sinni niðurstöðu, ég og Ragnar Guðmundsson fyrrverandi forstjóri Norðuráls með því að segja, eigum við ekki bara hætta að rífast þetta. Við bara tengjum þetta við launavísitöluna, það er bara launaþróun á íslensku vinnumarkaði, starfsmenn Norðuráls bara fá það. Þar byrjuðum við með þetta og síðan fór þetta inn í kjarasamningin hjá Elkem og hefur reynst að mörgu leyti mjög vel. Auðvitað, þá þýðir það að þegar maður kemur og er að kynna kröfugerð, þá getur maður sagt við starfsfólki, þið eru búin að fá allt það launaskrið sem hefur verið á íslenskum vinnumarkaði síðustu 12 mánuði. Auðvitað koma síðan einhver önnur atriði sem lúta kannski að auknu orlofi og aðbúnaði og öðru slíku sem þarf síðan að ná til viðbótar. Við sömdum akkurat það núna bæði við Norðurál og Elkem, þetta var 6,1% í öðru samningum og 6,35% í hinnum, það var bara svona sjónamunur. Og síðan erum við með tengingu við launavísitöluna núna næstu 5 ár. Það gerir það líka verkum að við getum samið til langstíma við þessi fyrirtæki vegna þess að þegar þú ert með tryggingu fyrir því að það sem er að gerast bara á íslensku vinnumarkaði, það skilast til fólksins, að þá er árangurinn með þessum hætti. Og ég get bara tekið sér dæmi að vaktafinu fólk, 18 unglingur sem er að hefja störf í Norðurál í dag, hann er með í heildalaun með Ólos og December upp að ykkurstaríku 900 krónur á mánuði og á bakvið það eru 145,6 vinnustundir á mánuði. 145, er ekki 156 stundir, heldur 145,6. Þeir taka 6 vaktir á 5 dögum og eiga 5 daga í frí. Og það er eins hjá Elkem. Ég er mjög stoltur af þessu samningum og ég er bara mjög líka stoltur af mínum félagsmönnum að standa saman. Við höfum þurft að takast harðast lægi við þessi fyrirtæki. Já, þú voru að rifja það upp með mér, var ekki komið eiginlega bara fram á heljaþrömm með verkfall á þessum? Ég fór í 5 vikna yfirvinnubann í Elkem. Já. 5 vikna yfirvinnubann og yfirvinnubann býtur mjög illa á þessi fyrirtæki. Í framleiðsluna þá hjá þeim? Já, og þetta var gríðalegu slagur og ég hef hafið kosningar verkfall í þessum verksmiðjum allavega einu sinni, sérlega 3 sinnum í þessum verksmiðjum, en síðan hefur ekki komið til þess, því að það er líka ábyrgðarhluti þegar þú ert forystumæður í stéttarfélagi. Ég tala svona gagnvart svona fyrirtæki, við tökum bara Norðurál sem dæmi, því að ef þú þarft að slökkva kerjunum þar, þá eru bara kerin ónýtt, sko. Þetta er öðruvísi farið í Elkem, þar getur þú slökkt á ofnunum og mjög auðvelt að endurræsan, en kerin í álverunum eru með allt öðrum hætti. Það er bara miklu meira mál að keyra þau upp aftur. Þannig að ferli þar er miklu lengra sem við þurfum þar til að verkvært skellur á. Þetta er svona niður tröppun sem er í gangi. Er þetta ekki svolítið fín lína sem þú þarft að dansa á gagnvart því að, hvað maður að segja, prísa þína starfsmenn eða bara út úr myndinni? Nú er ég að hugsa svolítið eins og með Detroit í Bandaríkjunum og bílaframleiðsluna, þá eru svona, það eru 2 skólar sem að berjast á það hvað olli því að Detroit eiginlega bara svolítið sökk eða bílaframleiðslan þar, annars vegar þeir sem að benda á A7 hafi bara
tekið svolítið náða að prísa það út og svo hins vegar eru þeir sem að halda því fram að verkalýðsforkólar hafi gerst of kræfir í kröfum og hafi í raun og veru bara þá var bara vinnuafl orðið of dýrt í Detroit og hérna bílaframleiðendur neyðst bara hreinlega til þess að flytja starfsemi sín annað. Er þetta ekki líka eitthvað svona lína fyrir þig sem verkalýðsformann að alveg klárlega, sko ég hef ekki áhyggjur af þessum stóriði fyrirtækjum, ekki fyrir 5 ára, einfallega vegna þess að ef ég tek það sem dæmi af heildarveltu fyrirtæki sem sé launakostnaðar innan við 10%. Já, ok. Það er 90% sem hafa áhrif á reksturinn. Raforkan er miklu stærri þáttur. Norðurál er að greiða svona 20-25 milljarða á ári í raforku en er að greiða 5,6 eða svona 6 milljarða í laun. Síðan er það skautin og súrálið og allur þessi þættir. Þannig að launakostnaðurinn per sé í stóriðunum er ekki áhugjefni. Hann er miklu stærri þegar þú kemur inn í ferðaþjónustuna, veitingahúsin og þar getur launakostnaður verið 30-40% og jafnvel meira sko. Þannig að þar er þetta með öðrum hætti og þar þarf maður að fylgjast vel með því að það er engin ávinningur fólkin í því að semja með þeim hætti sem gerir það að verkum að viðkomandi fyrirtæki vera hausinn. Það er hvorki ávinningur fyrir fólki sem þú ert að semja fyrir. Alls ekki. Eða fyrir samfélagi í heild sinni. Hérna þú hefur verið svolítið milli steins og sleggju eða svona þú hefur þvælst inn í einmitt sem er kannski ekki alveg beint þitt hlutverk að vera að tala fyrir einmitt raforkuverði líka af því að það svona, það er partur af þessu. Ég held að ég hafi lesið eitthvað sem þú skrifað og séð þig, tjáð þig Þetta er nefnilega gott af mig og það sem að ég bara fekk til dæmis á netinu það sem að netrullin vaða uppi þegar ég var að berjast fyrir því að tryggja raforkuverð til stóriðunar myndi ekki ógna atvinnuöryggi minna félagsmanna og þá ertu uppnefndu skósveinn stóriðunar og hvað var mikið í brúnu umslögunum svo fjast og allt þetta sko, maður er búin að heyra þetta allt en það sem fólk gleymir ég er ekki að ganga erinda fyrirtækjana í þessu ég er að ganga erinda lítur að atvinnuöryggi minna félagsmanna þegar ég horfa á tölurnar og sé að samkeppni staða okkar fyrirtækja gagvart fyrirtækjum erlendis og komum taka Elkem sem dæmi það er ekki nema 4 ár síðan það stóð til að loka Elkem einfallega vegna þess að raforkan í Noregi var orðin miklu hagstæðara heldur en á Íslandi Elkem Ísland eða Elkem samsteypan á fullt af kísil fyrirtækjum í Noregi og víðar í heiminum og þegar það verður samdráttur þá gera höfustöðarnar það þegar það þarf að draga saman hvar er lélegasta rekstrareiningin hjá okkur til að spara. Akkurat. Og fyrir þessa gæja þá er minnsta mál hjá þeim að slökkva á þessu og labbi burt og skilja síðan allt eftir og fólki tapar lífsafkomu sinni og það stóð til fyrir 4 árum síðan þetta gekk það langt að yfir forstjóri samsteypunar kom hingað áttu fund með Bjarna Benediktssyni, Katrínu Jakobsdóttur og fleiri ráðamönnum og sagði ef við náum ekki samningu við Landsvirkjun þá liggur fyrir að við erum að fara þetta bara liggur fyrir, þetta vissi ég þegar ég var líka búin að funda með þessu manni ég vissi af þessu fundum og þegar ég er að horfa ábýtu hér eru 200 fjölskyldur sem hafa lífsviðurværi sitt af því að fyrirtæki fái viðunandi samning þannig að það verði samkeppnishæft gagnvart öðrum vespum í vítt og breyttum heiminn að þá fer ég á fulla ferð við að verja atvinnuöryggi okkar fólks mér er skít sama eigundur þessara fyrirtæki ég ætla bara að segja það alveg hér og nú og ég kan bara taka sér dæmi því þetta er svo grafbroslegt ég er búin að stefna Norðuráli 7 sinnum fyrir dómstóla ég er búin að stefna Elkem 3 sinnum fyrir félagsdóm Það vegna einstakra mála eða já, það er bara komið upp kjaramál túlkun að kjarasamningum og í flestum tilfellunum er ég að gera þetta bara í sátt og samlyndi við fyrirtækin, við erum bara sammála að vera ósammála og við erum með reglur á íslensku vinnumarkaði við erum með dómstól hér sem heitir félagsdómur sem að sker þá bara úr
hefur Villi rétt fyrir sér eða hefur forstjóri Norðurál rétt fyrir sér svo bara kemur niðurstaða og 95% tilfella hefur unnið málin og þetta eru 100 milljóna sem við höfum náð fyrir okkar félagsmenn með því að fylgja því eftir alla leið og ég meira að segja núna með Norðurál fyrir félagsdómi og við vorum bara sammála það við fáum bara túlkuna, þetta lítur að stóra álagi sem að hvernig það greitt út og það bara núna fyrir dómstólum og þetta sýnir það bara ég fyrst og fremst númer 1, 2 og 3 að verja réttindi minna félagsmanna og rekstrar öryggi fyrirtækja partur í því sama hvort það skattlagning eða raforkuverð eða hvað sem það allir þessi þættir sem lútað opinberu gjöldum frá hinu opinbera eða frá Landsvirkjun eða bara nefndu það geta ógnað atvinnuöryggi minna manna þá ég bara óhræddur við að hjóla í slík mál af fullum þunga og mér slétt sama hvað aðri segja í þeim efnum. Ég vona að nettröllin sjáu þennan þátt og hætti með þessar dylgjur og brúnuumslögin. Já, brúnuumslögin, það lítið þau og reyndar ekki neitt. Annað, það sem að þú hefur blandaðir inn í nýlega, það varandi tollamál. Já. Þú talar að sko yfirvöld þyrfti að gera allir þess að beita einhverju þrýstingi til þess að koma í veg fyrir það að við erum beitt einhverjum sérstökum tollum. Vendatollanir, já. Hvað sko fyrir það fyrsta, hvaða þrýstingi getur við beitt og þetta hefur skilað þó þeim árangri ef við tökum vendatollarna sem ESB var að leggja á og hefði gert það verkum að rekstrar öryggi Elgum Ísland hefði verið ógna verulega ég átti fund bæði með forstjóra Elgum en Álfeyði og síðan svo sem yfir allir í samsteypinu og við fundum með þessi hér upp í Alþingi með þingmönnum Norðvestur kjördæmis ég átti fund með Þorgeiri Katrínu varðandi þetta mál ásamt fleiri málum núna komið niðurstaðið það að þessi þrýstingur frá íslensku stjórnvöldum og frá bara okkur gerir það verkum að ESB búið að fresta því að setja þessa tolla á og það bara mjög mikilvægt því að þetta hefði íþyngt fyrirtækinu allverulega. Við getum bara taka dæmi hvað að gerast hjá honum félaga mínum Alla Baldurs á Húsavík. Já. Það bara búið að slökka á öllum opnum hjá PCC. Það stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Það 80 manns eftir af 150 manns sem þar störfuðu. Já. Þetta gríðalegt högg fyrir svona samfélag. Hvað var það sem að það eru bara afurðaverðin eru svo léleg og síðan það innflytningur frá Kína að droppa verðunum svo mikið niður að þeir eru bara ekki samkynnsæðir og þetta bara getur gerst og þegar maður að taka þennan slag í kringum þetta, ég kann taka bara dæmi þeir eru eitt virtasti læknir okkar Íslendinga, ég skrifaði nú grein það á sín tíma, lækna Tómas sem að talaði nú að þetta bara loka álverinu í Straumsvík og hann setti þetta í læknamál og talaði að álverið Straumsvík væri komið í öndunarvélarna og hætti bara að taka nú sambandi ég skrifaði grein og við áttum síðan samtali og áttum að vera reyndar í útvarpsþætti að taka þetta ég tók sem dæmi álverið Straumsvík að skila frekar en 70 milljörðum í útflutningstekjur fyrir íslenskt þjóðarbú af þessu 70 milljörðum verða svona 40 milljarðar eftir íslensku samfélagi. Já. Og ég spurði hann í þessu opnu brefi eða þessar grein sem ég skrifaði á sínum tíma, spurði ég lækna Tómas að því, heldur þú að þessi 40 milljarðar sem verða eftir í íslensku samfélagi muni hjálpa Landspítalanum í þeim fjárhagsvandra sem hann ef við missum 40 milljarðar út úr okkar hagkerfi? Nei, að sjálfsögðu ekki. Og ég skil ekki fullt af fólki sem að virðist ekki vita
nákvæmlega hvernig íslenskt samfélag er uppbyggt. Íslenskt samfélag byggist á því að það er að skapa verðmæti, skapa útflutningstekjur, þannig að við getum hér haldið út í því velferðarsamfélagi sem við viljum halda úti. Það gerum við hvernig. Við gerum það og höfum gert meðal annars númer 1 sem gerir það verkum að við búum í þessu dásamlega samfélagi sem við búum í en fyrst og fremst sjávarauðlindin okkar. Það er hún sem að byggði undir allt þetta sem að við í raun og veru höfum síðan geta byggt ofan á. Það var auðlind númer 1 sem að hjálpaði okkur í mestu erfiðleikunum. Síðan koma stóriðirnar inn, Norðurál, Straumsvík, Alcoa og þessi fyrirtæki, tek bara sem dæmi, Grundartangasvæði hjá mér, Elkem og Norðurál, 151 milljarður í útlendingstekjur. 9% af útlendingstekjum þjóðarinnar verða til upp á Grundartanga. Já, bara einu fyrirtæki eða einu svæði. Einu svæði, svo talar fólk hér sem veit ekkert hvað það er að tala. Á bara að loka þessu og gera bara eitthvað annað. Finnum bara eitthvað annað. Já, það eru svo margir hérna svona eins og Andri Snær og Illu Jökuls. Ég lenti nú í ritdelum líka við hann á sínum tíma og miklu ritdelum. Ég skaut föstu skotum á hann, þá var hann að tala akkurat þetta lokaði þessum stóriðum. Ég spurði, hvernig hefur við að fjármagna listamannalaunin? Já, góðu pennanir eru hérna, þeir eru mjög duglegir að skrifa. Já, sko, tökum Hvalinn sem dæmi. Já. Það er ekkert stéttarfélag á Íslandi sem að hefur barist jafn kröftulega með hvalveiðum eins og verkalýðsfélag Akraness. Ekkert einasta. Ég er búin að taka svo rosalega slægi fyrir veiður og vinslu á hvalaafurðum og af hverju gerir ég það? Gefum Árna Sverris hjá félagsskiptunum að gefa hann smá kredit líka, hann hefur verið duglegur. Hann hefur verið mjög duglegur, bara er hárrétt hjá það. En verkalýðsfélag Akraness hefur heldur betur verið. Við höfum alveg klárlega verið mjög framalega í þessari baráttu. Ég held mér sér fund fyrir 2 árum síðan, þegar að Svandís Svavarsdóttir tók bara ákvörðun það á einni nóttu að menninni mættir á planið í göllunum, bara heim með ykkur, það verður engin, ég ætla bara að fresta hér veiðunum. Þá hélt ég og boðaði til fundar í gamla kaupfélaginu á Akranesi, mætti 400 manns á þann fund, allir þingmenn Norðvesturkjördæmis, Svandís mætti það líka og ef ég man þetta rétt þá voru 30-40.000 manns sem hafa sýndu beint þessi þáttur á Vísi. Það voru 30-40.000 manns búin að horfa á þennan þátt og við erum núna að vonast til þess að hvalur muni byrja aftur og þetta er gott dæmi um svona mína baráttu, menn halda það að ég sé að ganga erinda Kristján Lofssonar. Kristján Lofsson er ekki talað í mörg ára eftir ég stemdi honum fyrir dómstól og vann 200 milljón króna mál þar sem við vorum með túlkun á ráðningarsamningum og við höfum rétt fyrir okkur og hann þurfti að greiða þetta tilbaka, hann var ósáttur við það, hefur lítið vilja við mig tala síðan en ég er við það ekki neitt, ég ber ómælda virðingu fyrir Kristjáni að því litur til að þetta er maður sem að það eru fleiri svona menn sem vantar í íslenskt samfélag sem segja bara hlutina algjörlega umbúðalaust og standa við það sem þeir standa fyrir og Kristján hefur verið að skaffa þarna 200 manns atvinnu, tekjurnar mjög góðar eðli málsins samkvæmt því að þetta er bara hardcore vertíðar stemming sem þarna myndast unnið allan sólarringin og mikið uppgrip bara upp undir 2 milljónir á mánuði fyrir verkafólkið tekjur sem að fólk gengur ekkit að en vísu en mikið vinnuframlag, ég ætla ekki að gera lítið úr því en hjálpar fólki gríðarlega og ég veit að þetta skiptir máli ekki bara fyrir starfsfólki sjálft heldur líka fyrir samfélagið mitt í formi útsvarstekna og svo framvegis. En nú hefur verið hérna varpa fram í tengslu hvalveiðina það sé ekki nóg arbærar og allt það og það sé ekki hægt að selja afurðirnar og það þurfi bara að selja dýrjafafóður. Þetta er svo mikið blaður og bull og þvæla sem að vellur út úr sumu fólki. Eigum við að loka öllum fyrirtækjum sem að ekki skila hagnaði?
það sem að fólk að tala Kristján hefur fjármagnað þetta sjálfur aðal vandamáli hjá þessu fólki það er svo, þetta svo magnað það kemur þessi rögg það er að geta að selja þessar afurðir og þetta er bara lokaði svo hættaði söllu og svo þegar hann að selja þetta og að fara með þetta, þá kemur þetta sama fólk og að reyna að stoppa það að hann geti flutt út afurðirnar. Er sko sama fólkið sem að agnúast út í það að það sé ekki nógu mikil arðsemi af þessum rekstri, það er sama fólk sem að brjálast yfir því að sömu fyrirtæki greiða sér út arð. Já, nákvæmlega, þetta er mjög undarlegt. Ég var nú búin að skoða útflutningstekjurnar af ég bara ekki með þær alveg í kollunum þetta aðeins en mér minni nú að fyrir einhverju 2 árum síðan þá voru útflutningstekjurnar 3 milljarðar, þá var hann að selja töluvert út, en eins og ég segi það röflaði við því að hann eigi ekki geta selt þetta, en svo þegar hann er að fara að flytja þetta út þá þarf hann að gera það í skjóli nætur svo að þetta sama liður en ekki að koma í veg fyrir það hann komi afurðunum ellendis. En hvað með aðra hagsmuni sem að spila inn í sem að voru kannski sjónarmið Svandísar, dýravelferð og eitthvað svona álit almennings og alþjóðasamfélagsins? Ég get alveg bara sem gamall sjómaður og allir sjómenn og ég er ekki neinu vafið að allir sem starfa á hvalveiðibátunum reyna að vinna sitt verk eins vel og mögulega getur. Auðvitað geta orðið frávik, það hefur aldrei komið almennilega fram að 80% af þessum hvölum sem eru drepast í fyrsta skoti. Það er ekkert verið að sýna það er verið að sýna frávíkin sem verða sem eru ömurleg og auðvitað er það verkefni hvals og þeir hafa svo sannarlega verið tilbúnir til þess að kosta miklu til að þróa búnaðinn og í sumum tilfellum hafa þeir ekki einu sinni fengið að prófa atriði sem telja muni bæta árangurinn enn betur eins og rafmagnsskutlar og svona rafmagnsskutlar þeir hafa ekki fengið það sem er algjörlega óskiljanlegt en mér sýnist svona öllu jöfnu að þá hefur þetta lagast töluvert og þetta er eins og ég segi 80% sem drepast í fyrsta skoti stundum þar 2 skot en ég held að þetta sé eitthvað sem að sjómennindi sjálfur vilji svo sannarlega reyna að ná 100% nýtingu en bara eins og allstaðar. En þegar leikarinn í Aquaman, Jason Momoa frá Hollywood stígur fram fyrir skjöldu og segir, heyrðu, Íslendingar hætti að veiða hvali. Hvað finnst þér um það? Ég skrifaði nú grein þetta líka þegar stórstjórnundur og Hollywood komið með þetta á sama tíma var 2 dögum áður ég þori ekki að fara með það, þá var Bisveg Bandaríkjamanna var búin að dánatíðni barna vegna skotvopna. Já. Við minnir þessi tala hefur verið 4.000 og eitthvað börn sem að falla vegna þess að þau eru að fikta með skotvopn og annað slíkt. Þá var þetta börn undir 14 ára aldri. Þetta fólk sé ekki þarna að berjast í þessu heldur en einhverjum 120 langreiðum á Íslandi. Þetta er náttúrulega svo mikil óbóðsleg hræsni að mínum dómi að það næri einhver tali og það er svo mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að við ráðum okkar fáum að stýra okkar auðlindum hvernig við nýtum þær að sjálfsögða höfðu samráði við Hafrannsóknastofnun sem að hefur nú gefið það út að það er yfirdrifið að langræðum. Mér minnir að stofninn sé eitthvað kringum 40.000 dýr og fer vaxandi. Þannig að það er engin ógn að þessu örfái dýrum sem að við höfum verið að veiða og það er ekki að ógna stofnunum að neinu marki. Svo ég afhjúpi mín afstöðu þá sé ég allavega ekki munin á því að vera stunda svínarækt og það sem að grísir eru kannski í frekar lokuðum búrum og glugalausum og eitthvað en þarna er í raun og veru miklu meiri fegurð í þessu Hreindýraveiðar, það var nú bara frétt það ekkert alls fyrir löngu að það var eitthvað bóndi sem að sá skyttu þetta var í fyrra frekar en hitti fyrra það sem að þurfti eitthvað 5 skot til að aflífa hreindýrið
og hérna svona verða frávik Já. á að banna hreindýraveiðar vegna þess að hér varð eitthvað frávik. Þetta tröflar einhvern þrýstihóp, þetta með hvalina sko. Já, þetta er þrýstihópur þetta er þrýstihópur mjög, og hann er sko reynda mjög sterkur ellendis sem að stýrir síðan umræðinni. Já, og við höfum líka fengið erlenda gesti sem að koma hérna og prílaði upp í mastur og Fyrst erum við sem þjóð taka nógu hart á svona gestum? Nei, ég bara þarna voru eignarspjöll í framinn, þetta var bara húsbrot í raun og veru, það klifraði upp í eigur annara og reynt að koma í veg fyrir það að skipin kemist í veiða, en ég held ég hafi nú svona grunnu það að þeir voru bara ekki tilbúnir á þessu tíma, þannig að þeir voru nú ekkit rosalega stressaður að þessu sko. En akkur var ekki vertíð núna hafin á þessu ári? Það eru örugglega einhverja ytri aðstæður sem hafa gert það verkum að markaðsaðstæður hafa verið með þeim hætti sem að, og það voru mér mikil vonbrigði að vertíðin skildi ekki hafa verið hérna sett á núna. Ég trúi því að hún verði á næsta ári og muni skila okkar fólki góðum tekjum. Sem mitt svona umboðsmaður þinna félagsmanna sem eru starfandi hjá Hval. Var þetta ekki jafn mikið högg að það væri bara... Já, þetta voru vonbrigði. Þetta voru vonbrigði. Munurinn þarna var sá heldur en á vertíðinni þegar Svandís blés hana af, að þarna var ekki búið að gefa út eitt eða neitt og það var ekki búið að ráða eitt eða neitt. Ég skil. Á sínu tíma þá var búið að fylla á vaktirnar. Já, menn voru búin að gera ráðstafanir fyrir sínar. Algjörlega og með þessi einu vaktir var mætt á planið sko. En núna var búið að senda signal út það var ekki komið að hreint hvort að vertíðin yrði, þannig að menn höfðu þá meira svigrúm til þess að grípa til annara ráðstafana og fara þá í ykkur önnur störf. En þegar Svandís greip inn í og stöðvaði hvalveiðarnar á sínum tíma, þá varst þú þá hlynntur því að ríki væri skaðabótaskylt gagnvart hval og starfsmönnum þess? Auðvitað skoðum við þetta allt gaumgæfilega með okkar lögmönnum hvar skaðabótin lægi og ég svo sem hefði talið ekkit ólíklegt svona að fyrsta hugsunum mín var að það var ríki sem var að taka þessa tekjumöguleika af mínu fólki með þessari stjórnvalds ákvörðun sinni sem að umboðsmaður Alþingis komst síðan að niðurstöðum að hefði ekki staðist lög og reglugerðir og ekki eins og stjórnarskrá. Síðan þegar var farið að rýna betur í svona lagalegu þættina að þá ráðningarsambandi við Kristján og Hval, þannig að núna eru bara í gangi og Verkalýðsfélag Akraness nú þegar búið að stefna Hval í skaðabótamáli. Við gerðum það sagt, og létum Kristján og það var gert alveg í sátt og samlyndi við Hval og erum að láta á þetta mál reyna núna fyrir dómstólum. Að sem sagt, þú stefnir Hval fyrir félagsmanna? Að því að ráðningarsambandið það og síðan ef við vinnum málið þá er ekkert annað sem mun gerast þar er að krafa Hvals á hendur ríkinu verður bara stærri, þá er launaþátturinn komið þar inn í, þeir urðu náttúrulega fyrir fjárhagslegu tjóni, þeir voru búin að kaupa aðföng og annað slíkt og það var búið að vera undirbúa vertíðina í langan tíma og þar að leiðandi var töluverður kostnaður sem að Hvalur varð fyrir og það kæmi mér ekkert á óvart ef að þetta mál vinnst fyrir dómstólum að hér geti verið skaðabótamál einhverstur á bílunum 2-3-4 miljardar. Og hver borgar það? Það eru íslenski skattgreiðendur og ég sagði akkurat á fundinum sem við heldum upp á Akraness eða sem Svandís var, þá var ennþá möguleiki að vinda ofan að þessu. Er það svo virkilega þannig að þegar máli fer fyrir dómstóla og það falla kannski nokkri miljardar á íslenska skattgreiðendur, það verður það bara sagt að við vissum þetta ekki. Ég sagði, þið vitið þetta núna að þið eruð að brjóta lög, allir þingmennir sem mættu töluðu það að væri verið að brjóta lög, samt var þetta látið raungerast, alveg með ótrúlegum hætti og mér fannst Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega missa lappirnar í þessu máli að standi ekki fast í lappirnar gagnvart grundvallar réttundum bæði fyrirtæki og launafólks sem er atvinnufrelsið.
Var það þá til þess að reyna að halda ríkisstjórninni saman? Algjörlega, þetta var smá púður í þessu fólki í upphafi og svo bara limpaðist þetta fólk niður. Já. Og svona finnst mér bara íslensk pólitík vera. Ég skil hann ekki. Ég skil ekki, mér finnst vanta bara algjörlega þegar fólk kemur inn á Alþingi að fólk fylgi sínu hjarta, sinni samfæringu. Er fólk duglegt að selja prinsipin sín? Já, bara eins og skot. Já. Bara eins og skot. Menn selja bara prinsipin sín alveg leið og það þarf alltaf að leita ykkur að málamiðlana en það eru bara sömu atriði sem þú getur ekkert leita málamiðla á einfallega vegna þess að ef það brýtur gegn þinni samfæringu þá áttu ekki að taka þátt í slíku. Fyrst eru komnir svona aðeins út í pólitíska litrófi hérna. Sko ég hef bara eftir að ég komst eiginlega til vits aldrei séð sem annað heldur mitt verkalýðsforkólf og tengti við það að vera bara svarinn andstæðing verðtryggingarinnar. Hvað er þetta ekkert að skána hjá þér? Nei, ég var nú kallaði vilja verðtrygging lengi vel og ég tók þátt í þeirri baráttu strax á hrun áránum. Ég var skipaður í sérfræðingahópum án og verðtryggingar árið 2013. Já. Ég skilaði séráliti sem að menn geta nú flett upp í dag og allt sem að stendur í sérálitinu í dag stendst skoðun í dag. Því að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skipaði mig þarna inn og það var einfallega þannig að þessi sérfræðingahópur áttu að skila tillögum afnám verðtryggingar, útfærða tillögur. Ég fann það á fyrsta fundi að sérfræðingarnir komu úr fjármálageranum þá fóru menn að leita leiða hvernig væri hægt að milda þetta og reyna að koma í veg fyrir það að þetta skrefið í stíið alveg til fulls. Verðtryggingin þekkist ekki neinstæðir í siðmenntuðum löndum. Hún er ekki á Norðurlöndunum og hún er hvergi og ástæðan, ég get alveg sagt það, ef við værum ekki með verðtrygging í dag, trúðu mér, þá væru ekki óverðtryggðir húsnæðisvextir í 9-10%. Af hverju? Einfallega vegna þess að greiðslu geta og greiðslu þol hverja fjölskyldu takmarkum háð. Og ef þú væri með vextinni 9-10% og fólk þyrfti að borga 400-500.000, 600.000 á mánuði, þá er þið greiðslu fall. Bankarnir fengið allt í hausinn. Já, ég hugsaði mitt með afnám verðtryggingarinnar þegar ég tók mitt fyrsta húsnæðislán 2012 þá ákvaði ég að afnema verðtrygginguna sjálfur bara með því að fara í óverðtryggt lán. Og svo er þessi valkostur náttúrulega fyrir kannski þau heimili sem mitt hafa minni greiðslu getur núna og þá geta þið farið í verðtryggt lán. Ég bara er búin að segja þetta við pólitíkina, ef að verðtrygging er bönnuð á húsnæðislánum alfarið, þá myndu óverðtryggðir vextir fara hér niður í 4-5% á mjög skömmun tíma. Einfallega vegna þess að það gæti enginn tekið 9-10% óverðtryggð lán nema kannski 1-2-3% þjóðarinnar. En það myndi ekki gerast nema verðbólgan færi niður að óverðtryggð lán yrðu þetta lág. Ég blæs á það algjörlega, bara því að við getum bara skoðað hvernig þetta hefur verið í öðrum löndum sem við erum að bera okkur saman við. Og þar eru óverðtryggðir vextir oft á tíðum þetta 1-2-3%. Og af hverju er þetta hægt þar? Ég bara veit það ekki en hér eru náttúrulega bæði bankarnir og viðskiptavinir bankans að verja sig gegn þessari sífelldu verðbólgu sem að er á Íslandi. Það er meðal verðbólgu á Íslandi er kringum 5%. Það virðist ekki vera hægt að ná henni niður. Og þetta erum við bara með gegnum sýrt íslensk kerfi. Við erum hér með 8.400 miljardar sem lífeyrissjóðir eiga. Þar að vera 5.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi. Þeir eru hérna bara ringsólandi inn í hagkerfinu, í skuldabrifum, í öllum hlutabröfum, dagvöruverslunum og allstaðar. Allir þessir aðilar öskra á bara meiri arsum í dag heldur við fengum í gær. Sem gerir það að verkum að verðlag verður hærra. Við tökum bara nýlið dæmi eins og með tryggingafélögum, þau eru að hækka núna tryggingar 10% eins og Hermann Guðmundsson í Kemi var að benda á. Og hann er tjónalaus.
græðgin bara taumlaus, menn vilja bara fá meiri arðsemi í dag heldur en í gær. Það enginn sem að virðist vera tilbúin til að taka samfélagslega ábyrgð og segja, við viljum að taka þátt í þessu verkefni, við viljum að halda aftur á verðlagi. Ég hugsaði þetta einmitt með lífeyrissjóðana, eru þau kannski búin að missa aðeins svona sjónar á sko hlutverki sínu í svona í miklu stærra samhengi, þar af því að sko við greiðum í okkar lífeyrissjóði af því að við erum að búa okkur hérna betri ári í framtíðinni, í ellinni. En við en að samaskapi þá fer ég út í sko eitt af dótturfélögum Festis og það er orðið þannig með þessar stóru samstæður í dag að það er mjög leiðilegt að skoða eigendahópin, þetta eru eiginlega bara lífeyrissjóðir 70% pluss og síðan ertu kannski með einn aðila sem ákvæmdi 5-6% sem öllu stjórnar og af því að lífeyrissjóðurinn er með svo háa arðsemiskröfu sem hluthafi í þessu stóra félagi þá gerir það verkum að mjólkulítirinn eða osturinn eða kjötið eða hvað nú sem ég er að kaupa út í krónunni hann hærri fyrir vikið þannig að það er svolítið verið að pissa í skóin ég hef lýst þessu bara þannig að þegar þú ert með svona mikið inn í íslensku hagkerfi 5.000 milljarða og ef þú vilt fá 3,5% raunávöxtun þá þarftu svona 400-500 milljarða til að standa undir því hverjir þurfa að borga það? Það er bara íslenski neytendur þeir sömu og greiða inn í sjóðuna og hvað er gert? Ég hef lýst þessu þannig að vera að lúberja sjóðsfélagana neytendur á meðan þeir eru á vinnumarkaði til þess að þeir eigi áhyggjulaust ævikvöld þeir eru orðnir 67 eða 70 ára yfirleitt bara stendur þá jafnvel fólk bara ekki í lappirnar sko, eftir að þeir er ekki betra að láta lífið sko, meðan þú ert á vinnumarkað ert að koma þig fyrir og annað slíkt njóta góðs af því en að tala að það sé svo mikilvægt að þeir geti fengið að fjárfesta lífeyrissjóðirnir hér eins og í dagvöruverslun, mér finnst þetta fráleitt að lífeyrissjóðirnir eigi í festi 70% og í högum eitthvað svipað og svo ertu með tryggingafélögin og allt þetta undir og til að ná arðsemi þar þá er það bara neytendur sjálfur sem þurfa að greiða ég segi þetta á ekki að gerast þeir eru ekki að fá að fjárfesta þarna Hvað er margir lífeyrissjóðir á Íslandi? 22 virkir minnum mig 22 virkir, hvað er margir í Noregi aftur? Er ekki bara 2-3 það er náttúrulega norski olíusjóðurinn tekur þetta þannig að 95% öllum tekjum norska olíusjóðsins er fjárfest ellendis þeim dettur ekki til hugar að láta sko neytendur í Noregi ávaxta olíusjóðun við þurfum að auka hlutdeildina í því að fjárfesta ellendis hjá lífeyrissjóðunum og síðan eiga lífeyrissjóðunir að fjárfesta í gjaldeyri skapandi atvinnugreinum tökum sjávarútveginn sem dæmi þeir eiga miklu meiri sjávarútveginum vegna þess að ef við tökum dæmi þar þá er bara arðsemi sem að verður til í sjávarútvegi hún byggist upp á hverju hún byggist bara upp á hvernig gengur í veiðum og vinnslu hver er afurðaverðið þú þarft ekki að varpa neinu út í verðlagið ef þú fjárfestir ef þú fjárfestir í sjávarútvegsfyrirtæki þetta er í raun og veru bara erlend fjárfesting af því að það er verið að selja vöru út nákvæmlega ég vil að lífeyrissjóðirnir taki þátt í að fjárfesta í gjaldeyri skapandi atvinnugreinum það sem þarf ekki að varpa álagningu út í verðlagið þannig að sjóðsfélagarnir sjálfir þurfa að standa undir slíku hérna byrðum. En ég hef reyndar svona eina kritík á þetta, ég hef það eftir útgerðarmann í stór útgerð að stjórnarmenn hérna fyrir hönd lífeyrissjóða getur verið svo leiðilegir og áhættufælir. Þetta er auðvitað eftir vinum mínu Gumma í Bryn. Ég segi ekki. Ég tala svo oft í Gumma og ég er ekkert með grunar þetta að sé hann. Það er bara, í fyrsta lega er það bara algjör snillingur og það er bara mjög sorglegt að hann hafi hætt sem formaður SFS þetta er maður með hjarta á réttu staði ég tala mikið við hann við erum oft sammála, stundum erum við ósammála en ég veit að til dæmis minn lífeyrissjóður, festalífeyrissjóður seldi hlutabréfin í Brim og ég veit að þeir hafa tapað á því að hafa selt ég skil ekki slíkt að vera ekki með fjárfestingu í öflugum sjávarútvegsfyrirtækjum sem að
hafa verið að skila góðri arðsemi. Þarna vill ég að lífeyrissjóðirnir fókuseri, þeir geta líka fókuserað á kannski uppbyggingu í vegaframkvæmdum og öðru slíku ef að slíkt verður, en alls ekki inn í dagvöruverslun, alls ekki inn í olíufélögum, tryggingafélögum og öðru slíku. Bara, það er glórulust, því að þar eru það bara neytendur sjálfir sem þurfa að framkvæmda. Það er nefnilega málið, sko. Það þarf eitthvað að skerpa þessa ramma og losa á erlendri fjárfestingu líka, losa hana. En aðeins aftur að verðtryggingahattrinu þínu, sumir hafa nú haldið fram að það sé hægt að veifa sprota og með eingöngu í Evrópusambandi og með því að taka upp evru, þá sé öll heimsins vandamáli leyst. Hvað segirðu við þessu? Já, sko, þetta er risastór spurning að þetta er sagt. Við skulum hafa bara eitt hugfast. Allir þessi þættir sem við erum að ræðum er ekki náttúrulega mál. Nei. Heldur mannanna verk. Verðtryggingin er mannanna verk. Hún var sett á hér árið 1979 ef ég man þetta rétt. Þá var hún líka sett á launin. Örfáum árið seinna, 82-83, þá sáum menn að það var algjörlega glórulaust því að verðtryggingin var bara fóður af verðbólguna og þá bara var nánast boðað til kvöldfundar og alþingis og hún bara tekin af með einu pennastriki. Með nákvæmlega sama hætti er hægt að gera með verðtrygginguna á neytendalánum. Það er hægt að banna hana með einu pennastriki og þessu sem ég var að lýsa á þann að ef að greiðslu geta og greiðslu þol almennings er takmörkum háð þá myndi markaðri leita jafnvægis og vextirnir myndi fara niður í 4-5%. En það er hægt með pennastriki að ganga í líka í ESB og taka upp evru? Nei, það tekur 10 ár. Það tekur 10 ár. Ég segi, hverju hefur íslenska þjóðin að tapa á því að afnema verðtryggingu ef allt færi til fjandans bara skellum við ná aftur. Já, bara ekkert skemmtileg tilraun bara. Og tökum annað sem kemur fram í skýrslunum afnám verðtrygginga. Íslenskt samfélag er gegnum sýrt af verðtryggingu sem þýðir á mannamáli hvað? Verðtryggingin fóðrar verðbólguna frá mánuði til mánaðar. Tökum einfalt dæmi. Nýjasta dæmið. Það er svo kallað húsalegu ígildi sem núna var tekið upp á Hagstofunni og hérna er að keyra verðbólguna upp núna. Það er þetta húsalegu ígildi. Já. Ég búin að ræða þetta við fjármálaráðherra og hann er ég gat ekki heyrt hann að hann væri mér sammála. Og það er fólkið í því að þá eru allir leigusamningar teknir og þá er verið að skoða hvað hefur húsalegan hækkað mikið. Þessi liður bara hækkar alltaf og hækkar vegna þess að allir leigusamningar eru verðtryggðir. Þeir hækka í hverjum einasta mánuði. Þannig að hún er að fóðra sig algjörlega sjálf verðbólgan. Alla gjaldskrár, sveitafélag og annað, þetta er allt vísitölu tengt. Svo skilja menn aldrei neitt í því okkur hækkar allt. En svo er nefnilega svolítið áhugavert með verðbólgu ástand og verðtrygginguna að þeir mögru verða magrari en þeir degur náttúrulega bara þeir fitna meira. Ég sé þetta báðum megin og ég hef sagt þetta við ráðamenn. Ég sé þetta báðum megin. Verkalýðsfélag Akraness er mjög fjárhagslega sterkt félag. Já. Þannig að við erum bara í Landsbankanum og erum að ávaxta okkar fé þar. Ég sé alveg hvernig þetta kerfi virkar. Það bara gildnar þá. Ekkert annað. Þarna liggja bara hagsmunir. Þeir liggja hérna þeir sem eiga peningana og þeir sem skulda peningana. Já. Og einhverju hluta vegna þá hafa stjórnvöld á hverjum tíma fyrir sig tekið ákvörðun það við verjum þessa. Já. Við fórnum þessum hérna. Og það er almenningur. Ég er nefnilega með svolítið skemmtilega á mér skemmtilega reynslu að því hvernig ég sá þetta, hvernig þetta svona opnaðist fyrir mér. Það var í forsetakosningunum senstu. Þá vorum við með forsetaframbjóðanda, hana Katrínu Jakobsdóttur og hún átti sér fylgismenn hér og þar en þeir sem að voru ólíklegastir voru fylgismenn Katrínar Jakobsdóttur til forsetaframboðs voru sko grjótharðir frjálshyggjumenn, efnamenn
og sko, stóreignamenn sem að sem voru farnir að varpa upp myndum af henni Kötu upp í Facebook myndunum af sér og svona og Stig Katrínu á Bessastæði og eitthvað svona og ég sat með einum í barnaafmæli mjög sterkefnuðum manni sem að lengst til hægri í öllum skoðunum og svona eiginlega bara svona Milton Friedman frjálshyggjukall sko og ég segi hvað af hverju ertu svona hlindur henni já hún er búin að standa sér svo vel núna þá áttaði mig á því hann nettó átti svo mikið þessi maður sem ég satt til hliðina og var að tala við að hann var búin að hagnast á verðbólgu ástandinu og verðtryggingunni en aftur á móti sko ef hann nettó skuldaði meira heldur en hann átti svona eins og ungt fólk eins og ég þá hefði örugglega verið þetta verið alveg omvend sko. ég bara fer ekki ofan að því það er auðvelt að breyta þessu það eina sem maður þarf er vilji, kjarkur og þor það er eina sem alþingi þarf ef við horfum bara á þetta land okkar þá er það dásanlegt í alla staði þetta vatn sem við erum að drekka hér að krana fiskiauðlindin okkar náttúran, orkan mannauðurinn allt við erum friðelskandi þjóð glæpatíðni lág það eru nokkur atriði sem getur gert það að verkum að þetta dásamlega land okkar verði enn betra með því að stjórnvöld taki ákvörðun það að standa með öllum í íslensku samfélagi og skipta þessum auðæfum okkar með réttlátum hætti. Við getum hort á fjármálakerfið okkar sem að bólnar út eins og enginn sé morgundagurinn er að skila 100 milljörðum í hagnað ár eftir ár. Það er tala um bankana. Ég er að tala um bankana, viðskiptabankana 3. Já. Vaxtatekjur þeirra blása út á sama tíma þurfa heimilin að greiða þessa himinháu vexti. Og af hverju skildu stjórnmálumenn ekki vera tilbúinir til þess að taka á þessu? Segðu mig það. Já, það er bara einföld ástæði mínum huga. Það er einfaldlega vegna þess að arðgreiðslur til ríkisins eins og til dæmis frá Landsbankanum á síðustu 10 árum nema 200 milljörðum króna. Þetta er þá bara óbeitt. Þetta er bara þetta er óbeitt skattur bara þá þetta er heimilin landinu. Ef þeir tæki, tökum einfald dæmi, nú eigum við Landsbankan í 98,5% þetta er hlutur ríkisins. Á hverju tekur ekki ríkið ákvörðun það að segja bara, heyrðu, við tökum Landsbankan og gerum hana samfélagsbanka og þó þetta geta breyta miklu. Eina sem þetta breyta er það að taka arðsemiskröfuna úr 10-12% niður í kannski 5%. Þá væri þetta að skila þeim ávinningi í lægri vaxtagjöldum, þjónustugjöldum og svo framvegis. Auka samkeppni. Ef ekkert að þessu verður gert, ef að verður ekki tekið á fjármálakerfinu, ef verður ekki tekið á verðtryggingunni, ef að verður ekki komið til móts við bara millistéttina við alþýðu þessa lands, þá mun fólk endalega fá nóg og þegar að verður kosið möguleika á því að gera eitthvað annað eins og til dæmis Evrópusambandið, þá mun fólk flykkjast á bakvið það. Vegna þess að fólk mun segja, við höfum ekki að tapa lengur. Það breytist aldrei neitt. Meðal stýrivextir á Íslandi frá aldamótum eru 7%. Þetta er bara alltaf eins. Meðal verðbólga er 5%. Breytist ekki neitt. Það breytist ekki neitt. Og á hverju breytist ekki neitt? Það er vegna þess að því að við breytum ekki neinu. Og það vantar bara þennan kjark í stjórnmálamenn og það er ástæða fyrir því ég er búin að hafa fjölmörg tækifæri til þess að verða hér þingmaður á Alþingi Íslendinga. Mér hefur boðið fyrsta sæti hér örugg þingsæti oftar en einu sinni. Nánast í hverjum einustu kosningu. Ég hef alltaf hugsað þetta fram og tilbaka. Ég er bara svo hrættur það að ég er komin út úr þingflokknum bara innan nokkra mánaða. Bara einfallega vegna þess að ég myndi ekki geta tekið þátt í þessari meðvirkni. Og ég held að sé allt og mikið svona leikrit í kringum þetta allt saman. Mér langaði að spyrja það út í þetta, hvort að þú hefðir ekkert hug á að taka þátt í svona beinu pólitísku starfi en þú ert eiginlega búin að svara spurningunni nú þegar
að þú myndir kannski ekki þrífast of vel í flokki þar sem þú þyrftir að kompromissera og taka það á þig að bara setja prinsip til hliðar af því að það er flokkslínan ég samt þannig, ég gerir mér alltaf grein fyrir því að bara mín skoðun er ekki bara alltaf svo eina rétt að menn þurfa að leita málamiðlana í hinum ýmsu málum en síðan það kannski einhver prinsipmál sem þú ert með sem þú getur ekki vikið frá þinni eigin samfæringu þá ferði ekki í einhverja meðvirknis kast og byrjar að tala gegn þinni eigin samfæringu það myndi ég ekki geta gert ef ég var algjörlega samfærður og var eitthvað mál sem ég var að berjast fyrir alla mína hunds og kattatíð og trúverðuleiki hvers manns skiptir svo miklu máli ef þú ferð að tala gegn því sem þú hefur alltaf haft skoðun á án þess að það komi einhverja nýjar upplýsingar sem snúið þinni skoðun við ég held ekki að útiloka það að svoleiðis geti komið fyrir mann að maður fá einhverja nýjar upplýsingar sem að breyti minni skoðun en varðandi verðtryggingun á þessi stóru mál sem lúta að fjármálakerfinu og hvernig að vera að koma fram við almenning og húsnæðismarkaðin og allt þetta þetta er bara glórulaust svo alltaf fólk að segja þetta er svo dásanlegt húsnæðisverðið verður hækkað svo rosalega mikið þetta er svo mikið della bara til að einfalda þetta ef þú býrð hér og þá er ég tala venjulegt fólk og þetta hefur hækkað 20% og þú þetta fara hingað og stækka við þig þá þetta húsnæði líka hækkað 20% þetta skiptir bara engu máli eina sem þetta gerir erfitt í raun og veru það að greiðslubyrðin verður erfiðari þú kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn þú kemst ekki gegnum greiðslumat og svo framvegis og ekki gleyma líka ekki gleyma svikamillu sveitafélagana að hafa meiri peninga í fasteignasköttum tala innviðagjöldin og fasteignagjöldin allt saman allt þetta er svo glórulaust og núna bara innviðagjöldin og gatnagerðagjöldin það eru kannski konar 30 milljónir og það er ekki byrjað að taka grunninn akkurat það er ekki byrja það er bara orðið 20-25% af íbúðum í Reykjavík sem eru að verðinu sem er bara í opinberu gjöldunum það er einn bæjarstjóri á Íslandi sem að ég hef reyndar sagt við hann persónulega að hann á bara að halda námski fyrir aðra sveitarstjórnarmenn hvernig á að reka sveitafélag og það er Elliði Vignisson í Ölfusi sjáðu hvernig hann er búin að taka Ölfus og snúa þessu við þessu blautum gúmívelling og hvað gerir hann? Hann áttar sig á einu sem hvað? Að verðmætasköpun er forsenda fyrir því að hægt er að halda úti velferð og byggja samfélag upp. Það er 350 milljarða fjárfesting í Ölfusi núna. Það er landdeildið og allt þetta sem hann er að gera í kringum höfnina og allt þetta það er aðdáunarvert að sjá þetta og hvað gerir hann líka? Hann lætur verktakana hafa lóðitur og segir, heyrðu þið sjáu bara gatnagerðargjöldin og hvað gerist? Það er verið að bjóða 70 fermetra íbúð á 47 milljónir vegna þess að það er ekki verið að okra á innviðagjöldum og öðru slíku sem að fer síðan beint út í verðlagi og beint út í verðbólguna. Já, það er hann ætti að halda fjármálanámskeið eða kannski gefa kost á sér í oddvitaðsæti hjá sjálfstæðisflokknum í borginni. Já, hann ætti bara nú verið orðað við það hann er bara að mínum dómi algjörlega magnaður í þessu því að eins og ég segi, verðmætasköpun er það sem að skiptir öllu máli, það er að auka og stækka kökuna, þannig að við getum síðan útdeilt því með sanngjörnum hætti til allra. En svo var náttúrulega felt hjá í Ölfusi felt tillaga að komið veg fyrir uppbyggingu Heidelberg mölunar það sem átt að mala niður fjallið það ætla að hafa verið sömu aðilar og kaupa sér hús á völlunum og horfa á álverið í Straumsvík og segja svo burt með álverið eða Skúli Móins sem að keipti Hvammsvíkina og sagði svo burt með Grundartangan. Já, nákvæmlega, þannig að hann geti hagnast meira kannski í gegnum sína ferðarþjónustu en skýtt allt fólki sem að byggir lýsuviðværi sitt á stóriðinni. Já, þetta getur verið svoleiðis. Ég held líka kannski sem að ellið er að kljást við er kannski líka það að þegar þú ert komið með svona óðbóðslega mikið af fyrirtækjum sem er að sækja að fá að koma hjá þér, þá var kannski íbúið bara orðnið aldrei mettir. Já, það er það og sönd skilum ég skil það nú alveg fyllilega að fólk vilji líka hafa skoðun á því hverskins iðnaður algjörlega, ég er algjörlega sammála því
En þetta svona, ég menna, þetta bara barátta og það þarf að halda henni áfram. Þú ætlar að halda áfram í þessu sæti í baráttunni? Já, ég núna að fara á þing Starfsgreinasambandsins sem verður núna í október og mun bjóða mig fram þar aftur sem formaður. Við Starfsgreinasambandi ástand Eflingu leiddu síðustu kjaraviðræður og ég held að við njótum stuðnings, traust af því að við erum Starfsgreinasambandi ábyrgt, við erum ábyrg samtök og við skiljum hjartslátt atvinnulífsins, við skiljum hvar hagsmunir okkar liggja saman og svo framvegis. Þannig að ég tel að maður geti haft miklu meiri áhrif í þessu starfi heldur en sem einn af þingmönnum á Alþingi. Já, ég held að segja ekkert rangt hjá þér, þannig að það hæpið að við sjáum þig stilla þér upp í oddvitasæti hjá Vinstri grænum fyrir næstu þingkosningar. Ég á eiginlega akkurat ekkert sameiginlegt með Vinstri grænum, það bara því miður, ekki því miður, ég hægri sinnaðu miðjumaður og þar skilgreini ég mig í pólitík. Ég veit bara út á hvað lífið gengur. Ég veit og ég öfundast ekkert yfir fólki sem að tekur áhættu í lífinu. Það er bara að taka einn þingmann sem ég þekki mjög vel, Ólaf Adolfsson sem dæmi, apótekara, lyfsala. Þetta er bara gæi sem að tekur ákvörðun það að stofna fyrirtæki, stofnar apótek og fer síðan í slag við stóran risa á þessum markaði, verð með það fyrir samkeppniseftirlitið, vinnur sólarhringan á milli, alveg bara stendur í apótekinu sjálfur og síðan bara fer honum að vegna vel og hann tók áhættu og svo framvegis og hann hefur hagnast á sínu eigin framtaki. Hvernig þetta öfundast yfir slíku? Þetta er bara fólk sem tekur áhætt í lífinu, það hefði geta farið illa og hefur sínt dugnað og elju og allt það. Allan pakka. Og það er fullt af svona fólki út í íslensku samfélagi sem að tekur áhætt í lífinu, byrja kannski með 2 hendur tómar og næra byggja upp öflug fyrirtæki. Ég segi bara bravo. Ertu ánægð með að hann sé orðin þinn kjördæmaður? Óli Robb og við erum miklu vinir, ég og Óli Adolfs. Þetta er náttúrulega skagamaður, þetta er náttúrulega fyrirvændi fyrirliði Akurnesinga. Ég sé hann fyrir mér hamran í netið þegar hann stökk upp í einu leiknum og skallaði hann í netið. Þetta er gæða drengur og ég held að það veri vel valið hjá henni Guðrúnu að velja hann sem þingflokksformann. Og við tölumst bara oft við ég og Óli, við erum síður en svo alltaf sammála. Ég var nú síðast að skamma fyrir það að vilja selja Landsbankann. Ég var einmitt að hugsa það áðan þegar við vorum að tala um bankann hérna fyrir nokkrum mínútur síðan. Akkur ekki bara selja Landsbankann og lifa markaðnum að sjá um þetta? Glórulaust. Þú bara tekur ekki kunnaðinn sem að mjólka langt best og skýtur hana og ég raukst í þetta. Við meðum ekki að tala í kjási við okkur sjálf. Nei, ég var að segja þetta nefnilega. Það sem að ég myndi vilja gera, í fyrsta lagi talað að ríki fengi eitthvað kring 300 milljarða fyrir hann. Ég var að segja rétt að við erum búin að fá 200 milljarða fyrir í arðgreiðslur og eigum bankan ennþá. Þannig að það myndi það kannski taka okkur 15 ár að fá 300 milljarða í arðgreiðslur en ættu bankan ennþá. En það sem á að gera er það að það á að breyta bankanum í samfélagsbanka. Það á að lækka arðsemiskröfuna niður í þetta 5% og láta fólkið í landinu njóta góðs af því. Ég skil, og það myndi þá markas vinkillin, þá myndir láta hérna bankana svitna og til þess að vera samkeppnishæfir. Nákvæmlega, já, það er það sem að ég hugsa. Það er gaman að þessu. Það er engin kommunismi í þessu, ekki til. Nei, þú ert hérna svona félags þengjandi hægri maður eins og ég. Ég er það og þessi reynsla mín í gegnum lífið, bara sem við byrjum á þessu vitali, það er í raun að vera minn leiðarvísir í lífuna áfram. Núna stend ég orðið miklu, miklu betur, ég er á góðum launum í dag og þarf ofta að klípa mig og minna mig á þessi ár og ég gleymi þeim, mun aldrei gleyma þeim og það þegar ég rifja þau upp aftur, þá
kveiknar í mér aftur eldurinn alveg leið. Þetta tími sem að, hvað ég að segja, þetta lýðheilsumál líka. Sko fjárhagslegt öryggi fjölskyldna lýðheilsumál vegna þess að þetta fer ofboðslega illa með fjölskyldur á meðan á þessu ástandi stendur og það fer ekki bara illa með foreldrana, heldur getur það endur síðan hríslast niður til barna og annað slíkt þegar að fjárhagslegt öryggi foreldrana ekki til staðar. Já. Þannig að það þarf að tryggja að fólk geti haldið mannlegri reisn og framfleytt sig frá mánuði til mánaðar. Það hluti af íslensku þjóðinni sem getur það ekki í dag og það til skammar, einfallega vegna þess að við erum alltaf rík þjóð til að svo verði. Þetta eru alltaf einhver jaðatilvik þar sem fólk bara á við einhver andleg veikindastríð og getur það ekki og þá þurfum við bara að vera með öryggisnet sem grípur það fólk. Já, það rétt. Vili, þetta búið að vera gaman hjá okkur. Þetta líka búið að vera gagnlegt, við erum búin að fara hérna Víðanvöll. Og ekki í neinu miðjumóði og við erum búin að taka á stórumálunum. Við erum búin að leysa þetta. Þetta eru leyst með pennastriki og ekki með því að ganga inn í ESB. Nei, ég ekkit ESB-sinni, alls ekki. Og hef ekki verið, en ég vil bara segja við stjórnmálamenn að ef að menn allir ekki að missa þjóðina í einhverja slíka vegferð, þá verða menn að taka á þessu málum. Því annars gefst þjóðin upp. Það rétt. Ljúkum á þessum orðum. Takk fyrir þetta. Takk.